Það var komið að októberleiðsögn fyrir fiskana. Þetta er opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Já, góða nokkuð gott. Við skulum byrja á því að kanna hvaða fiska ég er að tala við. Fáum uppákomur, áskoranir, hvað er í vændi hjá þessum fiskum og þessum komandi misseri. Já, ok. Þú leiðsögn fyrir þessa fiska. Og þá hvað er líklegast að útkoman á þessu. Elsku fiskar, nýverið þá komu einhverjar upplýsingar á yfirborðið sem að hafa hrist svolítið upp í tilveruninni. En þarf ekki að vera að hafi verið einhver risa jarðskjálfti í öllu einkalífinu, meira bara kannski mögulega þá er búið að setja heimsmyndina þín á hvolf, en það er ekki þannig hjá ykkur öllum, hjá ykkur er þetta bara að búið að hrista þessu upp í hlutunum hjá þér. En það er verið að hrista upp í hlutunum hjá þér, en hins vegar áhrifin sem þetta hefur haft á þig er að þetta einhvern veginn keyrir upp orkuna þína. Þannig að, jafnvel þó þetta sé óþægilegt, og í einhverju tilvikum þá er búið að hrista alla heimsmyndina og það er mjög óþægilegt, að þá einhvern veginn er þetta samt búið að færa þér þannig kraft og drif að þú ert einhvern veginn svona til í slaginn. Þú ert til í þetta. Þannig að hjá einhverjum er þetta alveg klárlega mjög jákvæðar breytingar, en hins vegar það finnst mér þetta svona kempina óvænt að venjulega eru það ekki þið fiskarnir sem eru til í slaginn. Þið þurfum að fá yfirleitt að prósessa á svona annan hátt. En hérna eru þið einhvern svona til í slaginn og bara, já, mikill eldur, mikil ástríða og hiti og mikill kraftur. Það sem er framundan er að hlutinu fara ekki alveg á þann veg sem þú hélst og þér verður brugðið, en hins vegar þá er þetta líka tækifæri fyrir þig til þess að gera hlutina á þinn eigin hátt. Þannig að það er búið að hrista hérna upp aðeins í munstruninu og heimsmyndinni og í þessari tilraun alltaf bara gangaði málin og púslarðu saman aftur, þá kemstu að því þetta fer ekki saman eins og það gerði áður. Þú ert ekki frá að púsla saman gömlu myndinni. Hún er farin. Þannig að það er rauninni svona, þá maður segja, blessun er dulargervi, að þegar í upphafi þá lítur þetta helt rosalega vel út. Þetta er óþægileg breyting og það er pínu skellur að sjá það að þú getur ekki bara lagað þetta og haft þetta eins og þetta var áður. En blessun er dulargervi að þetta er til þess að þú getur búið til þetta eigið, skapa hlutina eftir þinni hugmynd, þinni ásjónu og þinni samfæringu og eftir þínum ástríðum þar að auki. Þannig að það er verið að reyna svolítið á það sem þú kannt og gerir best. Þú veist að þú skapir þitt eigið. Það er verið að gefa þér rými til þess að þú búir þér til þitt eigið líf. Skapir þitt eigið líf. Leiðsögnin þín, þannig að mitt kemur frekar þetta sem er algengt viðbrögð hjá fiskunum, er að þegar eitthvað bragður að þá verður þið oft þannig hrædd að þið þurfum bara að bakka og fá að prósessa tilfinningarnar, gráta, skæla svolítið. Hjá sumum er tilhneigingin til þess að gefast upp og finna til vanmáttar og
það er verið að minna þig á það að þú mátt alveg prósessa tilfinninga þína, þú mátt alveg gráta, þú mátt alveg skæla, þú mátt alveg bölva út í loftið en svo heldur áfram. Þú mátt ekki stoppa á þeim stað, það er allt í lagi að brotna niður, þú mátt bara ekki stoppa þar. Þegar þú brotna niður, þá verður þú að pakka þér saman aftur og halda áfram. Að þegar þú mundu þennan kraft sem þú hefur, þetta sem þú hefur að upplifa núna, þú getur alltaf sótt hann aftur þó að þú gefur þér augnablik hér og þar eða dag hér og til þess að brotna niður og vera í tilfinninguna þínu. Það er allt í lagi. Þú verður bara að standa upp aftur og halda sig áfram. Þegar það sem er framöndan er að já, ok, það er svona smá valkvíði varðandi hvernig þú vilt hafa hlutina, af því að núna er allt í boði. Þú ert að byggja upp þitt eigið og þá er boði að gera þetta eins og þú vilt og þá kemur upp valkvíði af því að það er svo margt sem að væri gaman og sniðugt og fallegt og dásalegt. Þú getur alveg stólað á það sem er í kringum þig, þú áttir allavega einhverja nokkra sem eru rosalega traustir og góðir sem getur stólað 100% á. Hafðu þá með þér í ráðum. Leitaðu til vina þína og ástvina, leyfðu þeim að styðja þig í þessu, leyfðu þeim að hlusta á þig, klappa þér á bakið, ljá þér eyra og sama sinnis kasta boltan á milli með þér þegar þú ert að kasta til hugmyndum. Þú átt mjög góða vini þarna að, þannig að leyfðu þeim að hjálpa þér. Ég ætla að fá smá auka einsýn hér og þennan stokk. Já, það er búið að raska jafnvæginu, svo sannarlega. Þetta er áskorun en þetta er góð áskorun að leita til að hún vekur margar hugmyndir hjá þér. Að einhverju leyti þá líður þér pínu eins og þú sért eitthvað neginn svona aleitt í þessu. En það einmitt fylgir því að þú ert að gera algjörlega þitt eigið frá grunni og þá þarftu eiginlega að stóla mest á sjálf þig og það er svona ákveðin ögrun í því að endurbyggja og endurskapa eitthvað algjörlega bara fyrir sig, ekki með alla hina í huga. Þannig að núna er það bara að búa til fyrir þig, hvað þú vilt og þá er maður oft bara svona eitt stórt spurningamerki og maður kann ekki að vera bara ég. Og svo ég tala ekki að þegar maður er kannski búin að vera alltaf að sýna öllum hinum tillit. Að núna rýmir bara, nei nú gerur bara þitt, þú þarft ekki að sýna neinu tillit þannig séð, þarft ekki að vera meðvirkur með neinum, þetta er bara fyrir þig. Og þá allt í einu er maður rosalega einn út á túni. Það er mjög spes. En það er líka ógeðslega gott að prófa það og njóta þess. Eins og ég sagði, það er allt í lagi af stundum, allt í lagi að brotna niður og vera tilfinningum sínum, syrgja, gráta, skæla, allt þetta, en svo bara heldur áfram. Og þú þarft að vera stundum svolítið stíft við sjálft þig að því leitum til að þegar þú ert búið að fara í þennan svona tilfinningapakka að þú þarft að vera svolítið strangt við sjálft þig, að rífa þig upp á nakkatrampanum og sparka þér áfram. Framundan mikil ástríða, mikil gleði, það er líka ákveðin sorg, það er ákveðin, þú þarft að syrgja aðeins þessa breytingu líka, það er eins og það er gott að þessi breyting sé eiga sér í stað, að þá eru breytingar erfiðar, sérstaklega þegar maður er að stíga kannski út úr einhverju sambandsmunstri eða fjölskyldumunstri eða eitthvað svoleiðis að þó að maður sé að gera það sem er gott fyrir mann, að þá verður það ofta erfitt. En þú ert að hefja nýjan kafla í lífinu, þú ert að hefja algjörlega nýja vegferð sem að þarf mikið hugrekki til,
En hins vegar þá er nýr kafli að byrja hjá þér og hann verður dásamlegur og það er einhvern veginn allt í boði. Til hamingju, þú ert hérna að stíga inn í næsta kafla sem er yndislegt. Ég er að fá hérna eitt spil úr Greenwich Oracle-stokkinum, örstuð skilaboð í lokin. Já, og það kemur hér blómkálið sem er táknmynd umbreytinga, transition. Þannig að það eru mikla breytingar í gangi þarna. Og blómkálið er, táknmynd breytinga. Þessar breytingar gætu verið byrjaðar nú þegar eða að gerast núna bráðlega. Allavega er orka breytinga byrja að hafa áhrif á þig. Það er einhvers konar umbreytingar á endurfæðingarferli að byrja eða í gangi hjá þér. Og ef þú ert að halda í eitthvað sem að þú hefðir átt að sleppa fyrir löngu, þá er núna algjörlega rétti tími til að sleppa alfarið. Ekki halda í þetta eins og gamla. Það er verið að endurvekja þig og það er verið að endurvekja alls konar í þér sem er búið að vera kannski í svolitlum dvala. Haltu þig algjörlega við þína eigin sannfæringu og með þeim sem þú treystir og ekki láta aðra sem að mögulega eru ekki traustsins verið að hafa áhrif á þig að skemma fyrir þér. Þá ætlum ég að segja að þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin ræti sannurrétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.